fyrir. Góðan daginn, Smárakirkja og velkomin á samkomu. Ég sagði góðan daginn. Góðan daginn, gaman að sjá ykkur. Ég sá að það var búið að setja sérstakt skilti fyrir mig. Við vorum að koma á frí, það stóð velkomin heim. Takk fyrir það, alveg minn. Var þetta ekki fyrir mig eða? Ok. Herðu, við vorum að koma á frí og við erum ekkert búin að vera með ykkur í hvað? 2 samkomur eða 3? 3 samkomur. Já, ég er bara búin að sakna þess að vera samkomu og ég sá að það var alveg svakalega góð samkoma hérna á síðasta sunnudag. Það var svo gaman að vita hvernig þetta virkar. Við vorum að labba í einhverjum Disney-garði þegar að Jóhanna var með samkomuna live og svo kom hún hlaupandi til mín með síman og sagði hlustaðu og ég tók síman og við vorum með annarri fjölskyldu og fullt af fólki og literally fullt af fólki hérna í kringum mig og það byrjuði bara strax tárin að renna þegar ég heyrði þannig að það skilaði sér alveg í upptökunni og út á neti hvað þetta var blessuð samkoma. Greinilega verið alveg ofsalega frábær samkoma og okkur var búið að hlakka svo til að fá að hitta hann Svían og við misreiknuðum okkur aðeins. Við heldum að við varum að fara að vera á svona samkomu en þá náttúrulega vorum við óvart erlendis. Þannig að fyrirgefum þessi en okkur langaði þvílíkt að vera með og þetta var greinilega blessa. En ef við ekki að lofa Guði saman, ef við ekki að rísa á fætur og langar líka að segja fyrir alla þá sem eru að horfa á netinu, bara gaman að ekki sjá ykkur, gott að vita af ykkur, gott að vita að þið eruð að fylgjast með. Það er alltaf að aukast áhorf á netinu, það er gaman að því og já, endilega einmitt, væri gaman að sjá komment frá ykkur og svoleiðis, fá að heyra ykkar álit og eins væri ofsalega gaman að fá að sjá ykkur að þið myndið sjá ykkur fært að kíkja ef þú ná samkomu með okkur og ef þið komið, endilega bara komiði og taliði annarkvort við mig eða Jóhann eða Sibbu eða annað einhver af djáknanum gerið vart við ykkur að þið séu búin að fylgjast með á netinu og þið séu að kíkja fyrsta skipti. Það er bara svo gaman að vita af því að við séum að ná til fólks ekki bara í salnum, þetta er líka í gegnum netið. Bara frábært. Ef við að biðja örstuð saman. Heilagur Drottinn Jesús, ég þakka þér fyrir að við fáum að koma saman Drottinn og lofa og lyfta upp þínu nafni Drottinn. Ég legg þessa stund í þínar hendur. Drottinn, við biðjum bara að þú fyllir hennar sal af nærveru þinni Drottinn og ég bið fyrir einum og sérhverjum hér í dag Drottinn sem er komið hér til að taka á móti frá þér. Ég bið að þú snertir við þeim og eins bið ég fyrir öllum þeim sem að fylgjast með á netinu Drottinn, þeim sem að horfa okkur á netinu. Ég bið mættu þar sem þau eru, hvort sem það er í vinnunni, bílnum eða stofunni heima eða hvar sem það er, bara leyfðu þeim að finna þessa nærveru Drottinn sem að við finnum svo oft hér Drottinn. Í Jesú nafni. Amen. Gjörðu svo vel, drengir. I know my God, he can do anything.
gaman. Bara 20 dagar í burt og maður bara búinn að gleyma. Mikið svakalega þetta gaman. Það ekkert skemmtilegra í lífinu heldur en að fá að lofa Guð. Ég fann það bara þegar þetta byrjaði. Þetta æðislegt. Ég elska að lofa Guð. Og ég bara svo þakkláttur fyrir það að fá að vera í þeirri stöðu að standa upp á palli og fá að lofa Guð með ykkur. Má heyra með? Þetta geggjað. Jesús lifir enn. Ertu í svona stöðu það? Það búið að taka stjórnin á okkur hérna. Halleluja. Nei, við ætlum að syngja Hósanna. Kukka-Lísa ætlar að leiða okkur í Hósanna.
Loven Jesus. Hosanna in the highest. Loven Jesus. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hallelujah, Jesus. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Halleluja, drottinn Jesus. Við elskum þig, heilagi Faðir. Við elskum þig, drottinn. Við elskum og lofum þitt heilaga nafn, drottinn. Halleluja. Þú ert heilagur, drottinn Jesus. Við ætlum að fara aðeins dálítið langt aftur í tímann og ná í einn gamlan góðan sálm. Jóhann ætlar að syngja fyrir okkur The Blood. The blood that Jesus shed over me way back on Calvary. Oh, the blood that gives me strength from day to day. It will never lose His power. It soothes my doubts and it calms
textinn þarna. Við erum að tala um blóð drottins, hvað það gerir fyrir okkur. Hann segir, það fer upp á hæðstu hæðir, svo rennur það niður í dýpstu dali. Og það er svo magnað því á hverjum einasta degi, það er það sem gefur okkur styrk til að takast á við hvern einasta dag sem kemur. Það skiptir ekki máli hvort þú sért upp á hæðstu hæðum eða hvort þér líður eins og sért ein í dimmum dal eða einn í dimmum dal. Því að blóð drottins, það flæðir allstaðar, það gefur þér styrk allstaðar. Svo í dag ef þú ert í kringumstæðum sem þú ræður ekki við, eða þú ert á hæðsta tindi lífsins sem þú ræður kannski ekki heldur við, þá er það blóð drottins sem að kemur og gefur þér styrk á hverjum einasta degi til að taka skref og segja, nýr dagur, ný von, ný náð Guðs og ég ætla að gera ennþá betur í dag. Syngjum þetta einu sinni enn og syngjum þetta inn í aðstæður okkar hverjar sem það er. Halleluja. Svakalega gott að vera komin heim. Mikið svakalega er gott að vera komin heim í kirkjuna sína að lofa Guði. Má ég heyra með? Eins og þið heyrið þá er ég bara orðinn hás. Halleluja. En ég oft sagt að það er einhvern veginn þannig að svona af og til að þá eru lög sem að hitta mann og bara tala til manns strax. Ég heyri þetta næsta lag í gærkvöld í fyrsta skipti. Ég hef aldrei heyrt þetta lag áður. Þetta er örugglega, ég veit ekki hvað þetta er gamalt lag. En ég fekk sendan síðan vitnisburðinn í kringum þetta lag. Ég setti það í morgun inn á lofgjörðargrúpuna. Þetta lag kemur frá Bethel-kirkjunni og ég og Jóhanna tengjum gríðarlega við þennan vitnisburð í kringum þetta lag. Þetta er svona, ef ég hleyp hratt yfir það, þá er lítill strákur sem að veikist í Bethel-kirkjunni. Þau eru meðlimir í þessari kirkju og honum er ekki hugað líf. Og eins og gerðist með Róbert litla okkar sem var í sömu stöðu, að þá reis upp her af fólki út allan heim. Það er svo magnað við social media eða Twitter og allt þetta sem við höfum í dag að það er hægt að koma á bænarefnanum svo hratt. Og það var sýnt þarna í þessu að það voru þúsundir eða 100.000 manna sem voru að biðja fyrir þessum litla dreng út allan heim. Og svo er það eitt kvöldið þar sem að myndum við svo á með Róbert að þá kemur tímabútið þar sem að þau voru ekki viss, það voru læknir ekki vissir að hvort það myndi bara komast ekki við nóttina. Og hann hefur samband við lofgjörðarleiðtogann í kirkjunni og er að segja honum frá því að það er ekkert víst að hann púli ekki við nóttina. Og þá gera þau það sem þau kunna, þau settist í píanóið og fóru að lofa Guð. Og úr því var þetta lag. Ég er að segja ykkur að ég satt í gærkvöldi og hlustaði á þetta lag, ég og Jóhanna saman og við grétum. Þetta er svo powerful, ég veit, við kunnum þetta lag ekkert almennilega, ég farið á netið, við bara rétt röndum yfir þetta á hann, ég bara var að fá að syngja það aðeins. Því að, þetta er svo magnar, þessi drengur, hann komst í gegn og það er sýnt þarna í myndbandinu þar sem að lagið er sýnt á YouTube, þar sem að hann er á samkomu með mömmu sinni og pappa að lofa Guð, og verið að spila þetta lag. Ég finnst þetta svo magnað, þetta stendur mér svo nálægt út af þessari reynslu sem við lentum í með strákinn okkar. Og það er svo magnað hvað það er mikið bara power í bæninni, hvað það er óbúslega mikill kraftur í því þegar við komum saman. Það er leitt
saman í einingu, en það er líka þá sem kraftaverkin gerast. Við ættum að vera búin að læra þessu, ég ætti að vera búin að læra þessu, við ættum öll að vera búin að læra þessu, að það þarf ekki alltaf að vera einhver að deyja til þess að við förum í hann að biðja Herra. Það er líka hægt að biðja hluti sem eru, þú veist, ekki á þeim stað, og Drottinn heyrir þær bænir líka og hann svarar bænum. Það var einu stað í Biblíunum sem segir þeir hafið ekki vegna þess að biðja. Það er ógeðslega einfalt. Þú ert að kvarta Drottinn, af hverju er ég ekki með? Já, ertu búin að biðja? Það er það sem er svo magna. Drottinn er lifandi í dag. Hann er ekki bara einhver fígúra sem við syngjum sem er einhverstað lengst í burt og liður fyrir 2000 árum og er ekki með. Hann er lifandi í dag og þeir eru búin að svara bænum þínum og þörfum hér í dag. Er það ekki magna? Halleluja. Mér finnst þetta að taka það út úr þessu, þú veist, við getum, eins og segir þetta, raise a hallelujah, við getum lofa Guð í kringustæðum, við getum líka lofa Guð þegar það er ekkert að gerast. Og við getum beðið Guð einfalda hluti og við getum beðið flókna hluti. Við getum beðið inn í kringustæður sem eru skelfilegar, við getum líka beðið að lífið verður bara ekki skelfilegt. Má ég heyra með? Halleluja. En í þessu lagi, þegar hann semur þetta lag, þá fer pappin með síman yfir strákinn, spila lagið aftur og aftur og aftur og aftur, og kraftverkin gerast. Það snýst allt við á nokkrum dögum, og það er það sem er magna. Lofgjörinn kemur inn, þetta er bæn og hann biður yfir stráknum, hann spilar yfir stráknum, og þetta er þetta lag, þetta er afrakstur þessa, og endilega hlusti á textan í laginu. I raise a hallelujah in the presence of my enemy. Wow. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praise roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Sing a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. Watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Fear you lost your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praise roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is We're gonna sing a little louder. 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 We're gonna sing a little louder.
gonna sing a little louder. louder than you believe. We're gonna sing a little louder. Let's sing a little louder. Hallelujah, Jesus. Raise a hallelujah. We're gonna raise a hallelujah. Oh, we're gonna raise a hallelujah. We're gonna sing hallelujah. Hallelujah, Jesus. Drottinn, við þökkum þér fyrir að þú kemur inn í líf okkar, Drottinn. Við þökkum þér fyrir að, Drottinn, að þú ert með lausnir, Drottinn, halleluja. Við þökkum þér fyrir að, Drottinn, að þú svarar bænum, Drottinn, halleluja. Stórum og litlum, Drottinn, halleluja. Takk, Jesus. We're gonna sing a little louder. We're gonna sing a little louder. Yes, we're gonna sing a little louder. Sing a little louder. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praise roar. I'm from the ashes, hope will arise. Death is defeated, King is alive. En nákvæmlega þarna, þessi texti, sett hann aðeins upp aftur. Þessi tími sem að við áttum með strákin okkar, sem að var algjörlega svona, þetta er alltaf inn í ensku, defying moment í okkar lífi. Það sem að einhvern veginn allt var komið í steik. Og það var þessi litli strákur, þú veist, ég áttaði mig á hinni hliðinni. Við höfum oft sungið þetta lag, hérna, I Faced the Mountain, sem var lag sem að ég fekk út úr þessum kringumstæðum á sínum tíma. En það var eins og þegar ég heyrði þetta lag í gær, að ég áttaði mig á hinni hliðinni af þessu máli þegar að strákurinn okkar var að gangi gegnum þessa hluti, það sem hann var nærði í farið. Og það er einhvern veginn alltaf þannig, þegar Guð er að vinna verk, þá er hann að vinna í víðum skilningi. Hann er aldrei að vinna eitthvað bara eitt. Þú sérði eitthvað eitt, en svo er flipp á þessu og það eru margar hliðar á því. Hann er að vinna í þér, í kringumstæðunum þínum. Hann er líka að vinna í fólkinu sem í kringu þér. Hann er að vinna í makaðinum, hann er að vinna í ótrúlegasta fólki sem er að horfa á þig sem þú veist ekki einu sinni að. Hvernig mun þessi einstaklingur bregðast við, hvernig lifir hann lífinu, hvað er hann að gera þegar Guð er að vinna í þér. Því að við erum opin bók lesin, eins og Biblían segir. Og ég áttaði mig á því þegar ég sá þennan texta þarna, þá kom það til mín hin hliðin á þessu máli. Það var svo margt annað sem gerðist en það bara að drengurinn minn í gegnum þessa bænir að hann lifði. Á þessum tíma í lífi mín og lífi okkar þá var ég komin út úr kirkjunni, ég var fullur af hatri, ég var fullur af ófyrirgefningu, ég ætlaði aldrei aftur inn í kirkju, ég þoldi ekki kristið fólk og ég var farin að efast Guð. Í gegnum þessa kringustæður byrjaði ferli að laga það, vegna þess að ég var settur algjörlega flatur í
götuna og gæti ekkert gert annað en hrópað á Guð minn. Og það var dálítið erfitt að vera að hrópa á Guð sem ég trúði ekki á, eða ekki? Í þessu mómenti þá eignaðist ég nýja trú. Má ég heyra með? Þannig í gegnum kringustæður þá getum við eignast nýja trú. Það var ekki nóg með það, heldur læknaði Guð þá óbeit sem ég hafði á kristnum. Því að það voru margir kristni sem risu upp í þessum erfiðu kringustæðum okkar. Og virkilega þeim sem að mér fannst ég á þessu tíma að vera svikin af einum kristna heimi, eins og ég stæði ein. En á þessu tímapunkti í gegnum þessa kringustæður þá reis upp fólk út allan heim og baða fyrir drengnum okkar. Ekki nóg með það, heldur var fullt af fólki sem að fóru að koma með mat heim því að vissi að við vorum upp á spítala stöðugt. Við höfðum ekki tíma til að hugsa fjölskylduna og annað og það var fullt af fólki sem púlaði saman og allt í einu að banka á hurðina og þá var búið að setja saman hóp af fólki sem að eldaði fyrir okkur á hverjum einasta degi í marga vikur og kom með það heim tilbúið til að fjölskyldan geti átt eðlilega kvöldstund á milli stríða þegar við vorum upp á spítala. Þetta byggði upp trú mína á hennum kristna geira upp á nýtt. Skiljið hvað ég við? Það var svo margt sem var að gerast í einu. Ég var búinn að fókusera, ég er mörg ár bara búinn að fókusera á þennan punkt með strákin. Ég fattaði í gær þegar ég heyrði þetta lag. Þetta verið svo miklu víðara samhengi sem Guð var að vinna. Hann notaði þessar erfiðu kringustæður til að lækna mig, lækna Jóhannu, setja okkur inn á veginn upp á nýtt og fullt af öðru fólki. Þú veist, ég er svo þakkláttur þegar ég hugsa þetta. Ég var svo innilega þakkláttur þegar ég heyrði þetta lag í gær og ég uppgötaði þetta. Hvernig Guð, hvað hann er stór og mikill og hvað hann getur óbúslega mikið gert í erfiðum kringustæðum. Má ég heyra með? Halleluja, Drottinn. Takk, Jesús. Ég held að við snúum prógramina eins og mér langar að syngja þetta lag sem að við ætlum að syngja núna er einmitt lag sem að kom út úr þessum kringustæðum þegar við vorum á sínum tíma. Þú veist, vá. Stundum þarf fjall, stundum þarf dal til þess að Guð geti náð okkur. Hlusta á textan í þessu lagi. Hann talaði svo til mín. Ég er rosalega erfiður einstaklingur. Kona mín getur staðfest það, ekki þú reyna það Sibba. Þú færð að borga 10 sem tilbaka. En ég er mjög erfiður einstaklingur, eins og mörg ykkar. Við erum oft erfið og við erum oft flókin og við erum þrjósk og við gerum tóma steipustundum. Og Guð er oft búinn að þurfa að setja mig í kringustæði þar sem að ég hef ekki gert neitt annað en að rópa á hann. Guð fór mig frá því ég þarf að vera í því alla ævi. Það vona ég sé ekki svo vitlaus. En það góða við það er það að í þessum dölum þá hef ég rópað á Guð og ég hef séð Guð gera stórkostlega hluti. Það sem er mér ofarlega í hjarta þessa dagana er það að Guð er að lækna hjörtu. Þið sjáu það sem rauða þráði gegnum alla predikar og allt sem þið sjáu. Drottinn er á þessum tíma að lækna hjörtu. Hvað meina ég með hann að lækna hjörtu? Ég er að meina það að ég er svo einstaklingur sem ég er í dag út af þeim hlutum sem ég hef gengið í gegnum og ég hef upplifað og ég hef ekki leyft Guði að lækna. Skiljið hvað við? Þú ert það sem þú hefur gengið í gegnum mínus það sem Guð fær að lækna. Skiljið þess að setningu? Og hvað meinar við mínus það sem Guð fær að lækna? Já, vill ekki Guð lækna alla? Jú, hann vill lækna hvern einasta einstakling og hann ætlar að gera það. En það er eitt sem hann gerði sem er dálítið merkilegt. Þegar þú les Biblíuna þá áttar það á því. Hann gaf okkur frjálsan vilja. Og hann tekur aldrei þennan frjálsa vilja frá þér. Þú verður alltaf að velja hann fyrst. Hann er löngu búinn að velja þig. Hann valdi þig áður en þú fæddist. En hann gaf þig frjálsan vilja. Og það er þetta moment sem við tölum um að frelsast. Það er að segja við Drottinn: já, elsku Faðir, ég þarf að þér að halda. Ég get ekki sjálfur, ég vil þig. Ég vil að verða herra í lífi mínu. Ég vil taka á móti þér. Ég vil að leiðbeinir mér, sýni mér, hreinsi mig og leysi mig. Þetta er frelsisbænin í hnotskurn. Drottinn, ég viðurkenni að þú ert sonur Guðs. Jesús, þú ert sonur Guðs. Þú dóst fyrir syndir okkar. Þú reist upp og ég tek á móti þér inn í líf mitt. Gerirðu þetta, talar þetta út með munnuna, þá ertu bara einfaldlega frjáls. Þá ertu það sem við kallum frelsaður. Það er ekki það með satt þú sért orðin einhver æðislega frábær einstaklingur á því momenti, því að það er ferli. Og ég er að með, ég sé að Sibba fyrir að hlæja. Ég held þú sért að hlæja á mér, ég veit það ekki.
that I never faced before. That's why I'm calling on you, Lord. I know it's been a while, but Lord, please hear my prayer. I need you like I never have before. Sometimes it takes a mountain, sometimes a troubled sea, sometimes it takes a desert to get a hold of me. Your love is so much stronger than whatever troubles me. Sometimes it takes a mountain to trust you and believe. Jesus, I thought I could control whatever life would throw my way. This I will admit, and it's brought me to my knees. And I need you, Lord, and I'm not ashamed to say, oh, sometimes it takes a mountain, sometimes a troubled sea, sometimes it takes a desert to get a hold on me. Your love is so much stronger than whatever troubles me. Sometimes it takes a mountain to trust you and believe. Sometimes it takes a mountain to trust you and Takk Jesús, yndislegt lag. Ég var að ræða þetta, hvað þetta er óbúslega smurt lag. Nú kannski spyr eitthvað sig, smurt? Hvað er nú það? Eins og eitthvað á brauð. Þetta er kristneska. Ég er rosa góð að tala kristnesku. Takk Jesús. Það er nefnilega eitt að hafa hæfileika og það er annað að syngja þannig að smurning Guðs komi á lögin og maður finnur munin. Þið vitið hvað ég er að tala um. Þegar smurningin bara fer að svona virkilega snerta við manni. Það er nefnilega á svona stundum, vinir, þegar við hlustum á svona tónlist sem að Jesú mætir á svæðið. Og það gerist eitthvað í andrúmsloftinu þegar Jesús mætir á svæðið og allt í einu fara hlekkir og líf okkar að brotna. Kannast ykkur við það? Það er best í heimi, skal ég segja ykkur. Það er ekki til neitt sem er dýrmætara eða betra en það. Það er það besta sem ég get boðið þér. Halleluja. Og hann er hér og hann vil finna þig.
Hann er hér og hann vil finna okkur öll sem betur fer í Jesú nafni. Við ætlum að taka fórn og ég ætla að tala á eftir og þessi undanfæri á þessari samkomu staðfesti bara þá tilfinningu sem að Guð setti inn í hjarta mitt snemma í morgun. Ég trúi því að það verið lækning hér í dag. Lækningin í líf mjög margra sem að mun eiga sér stað. Guð er trúfastur. En við ætlum að taka fórn í minni á posan hérna frammi og það er blessun að fá að gefa. Bara, það er blessun að gefa í ríki Guðs, það er blessun að gefa af fjármuni sínu til þeirra sem að minna mega sín. Það er blessun að elska fólk, það er blessun að gefa á öllu því sem okkur hefur lagt okkur á hjarta, hvort sem það er tíma okkar, fjármunir, kærleik okkar. Það er blessun fólkin í því. Þannig að þegar við gefum, þá getur verið viss það að Guð gefur margfalt tilbaka og hann mætir öllum okkar þörfum og það er gott til þess að vita. Drottinn, við bara komum fram fyrir þig hér í dag og ég þakka þér fyrir blessun þína. Ég þakka þér fyrir nærveru þína. Ég þakka þér fyrir það, Drottinn minn, að þú ert að tala hér í dag, Drottinn. Og ég biði að lækning þín megi ná fram að ganga í Jesú heila nafni. Og Drottinn, ég bið að allir hér inni sem er að glíma við brostið hjarta. Og hver hefur ekki farið í þannig reynslu að þeir upplifa eins og hjarta seti brotið. Þú komst í þennan heim meðal annars til þess að setja saman brotin hjörtu og ég þakka þér fyrir lækningu þína. Ég þakka þér þegar við viðurkennum hlutina, Drottinn, og við komum fram fyrir þig og við leyfum þér að eiga við okkur. Þá kemur svo sannarlega lækning og það kemur líf. Og við byggjum í Jesú nafni og allir liðurinn sagði. Amen. Single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Again, just who I am, because I need to know. Ooh, 'cause you say I'm loved when I can feel a thing, and you say I'm strong when I think I am weak, and you say I'm hell when I am falling short, when I don't belong. You say I am yours, 'cause I believe what you say of me. I believe. Oh
Halleluja, hvernig var að gefa þessum miklu snillingum gott klapp.